Ég er mættur hérna í Elliðarárdalinn, nánar tiltekið hjá Rafstöðinni. Í Elliðarárdalnum er náttúrulega mikill skógur og hefur verið unnið að honum alveg frá því 1950. En ég ætla ekki að tala um skóginn í Elliðarárdalnum sem slíkan. Heldur ætla ég að skoða þessi fallegu tré hér við Rafstöðin. Þau vöktu athygli mína fyrir að vera stór og mikil. Hér höfum við íslenskan reynivið og sjáðu hvað hann er stór og sver. Einstofna. Virkilega fallegt tré. Hér eru fleiri reyniviðar. Hér sjáum við, hérna er hann eiginlega þrístofna, en samt ekkert smá stórt tré. Svo er hér tré sem ég er bara ekki einu sinni alveg viss hvað er. Gæti trúið að þetta sé einhvers konar elri eða eitthvað svoleiðis, en ég er ekki viss. Ef þú veist það, þá máttu senda mér skilaboð. Svo eru tveir garðalhinir hérna, en þeir geta orðið allt að 40 metrar, oft frekar stuttur stofn og svo mikil króna. Tréin geta orðið 400 ára gömul, þannig að þetta er bara frekar ung tré. Svo erum við með íslenskt birki hérna. Má segja þetta sé svona ekta íslenskt birki, margstofna. Birki verður náttúrulega aldrei sérstaklega hávaxið tré, en það er nú eitthvað sjarmi yfir þessu tréi hérna. Svo erum við með einir hérna. Það sem er áhugavert við hann er hvað hann vex mikið upp á við.
líklega svona 1,90 á hæð. Einir eina grenitréð sem óx hér við landnám. Göngum við í kringum, einir berjarum. Það er margir sem þekkja þetta lag. Það er auðvitað tengt þessu tréi. Virkilega gaman að koma hingað og skoða þessi tré. Elliðaárdalurinn er náttúrulega algjör perla. Og svo er komið kaffihús hérna og leiksvæði fyrir börn, þannig að þetta er staður sem að fólk ætti að heimsækja.